samstarfs Akureyrar og Miðgarðs þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar í Grafarvogi og þá tillöguflytjandi borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir fyrst á mælendaskrá. Forsetar og ágætu borgarfulltrúar, ég hér til þess að tala fyrir tillögu samstarf Akureyrar og Miðgarðs sem þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar og í Grafarvogi. Ég talaði svona samstarf á fyrsta fundi okkar á síðastliðnu ári en ég lagði ekki fram neina tillögu og það hefur ekkert gerst í þessu annað en það að við Reykvíkingar lítum mjög oft til Akureyrar sem fyrirmyndar á ýmsan hátt. Velferðarráð Reykjavíkurborgar fór í svona námsferð til Akureyrar árið 2007. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur hefur nýverið farið í ferð til Akureyrar og eins og Eva Einarsdóttir borgarfulltrúi sagði hér áðan þá það líka atvinnumáladeild í borgarinnar og ITR. Við höfum nefnilega margt að sækja því að þó að Reykjavíkurborg sé stór þá hún bara nokkur hverfi sem að hvert sig svolítið eins og ein Akureyri og við megum ekki gleyma því að hversu miklu máli það skiptir fyrir okkur að læra af þeim sem að tekst vel til þó þeir séu smærri en við. Við eigum ekki bara að leita til þeirra sem eru stærri. Þá þurfum við alltaf að fara erlendis en margt í svona nærþjónustu það þarf að taka svo mið af nærsamfélaginu og þar svipar mjög margt til Akureyrar og Reykjavíkur. En tillagan svohljóðandi, sameiginlegur fundur borgarstjórnar Reykjavíkur og bæjarstjórnar Akureyrar kaupstaðar samþykkir að hefja undirbúning á samstarfi í velferðarmálum milli Grafarvogs og Akureyrar. Markmið samstarfsins að Miðgarður, þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar í Grafarvogi, geti nýtt sér jákvæða reynslu Akureyrar sem allt frá árinu 1997 hefur þróað samþætta velferðarþjónustu í nærsamfélagi fyrir alla bæjarbúa. Ennfremur að Akureyrarbær njóti góðs af frumkvöðla verkefnum Miðgarðs, svo sem í forvarnarmálum og sérfræðiþjónustu við börn og barnafjölskyldur. Lagt til að tillögunni verði vísað til framkvæmdastjóra fjölskyldudeildar, búsetudeildar og öldrunarheimila Akureyrar og framkvæmdastjóra Miðgarðs þjónustumiðstöðvar Grafarvogs. En af hverju með þessari tillögu var ákveðið að leitast eftir samstarfi við Grafarvog? Þar mjög mikill áhugi á þessu samstarfi. Starfsfólk Miðgarðs mjög spennt fyrir því hvort að við samþykkjum þessa tillögu hér í dag og ég sagði þeim í dag að það væri mjög líklegt að svo yrði því að þeim langar mjög til Akureyrar, ekki bara til þess að skemmta sér með ykkur, heldur líka einmitt til þess að læra. En ástæðan kannski fyrir því að Grafarvogur varð fyrir valinu svo að Grafarvogur eiginlega alveg jafn stórt Akureyri, það eru tæp 18.000 íbúar í Grafarvogi og rétt rúm 18.000 á Akureyri og íbúasamsetningin mjög svipuð. Þetta eru bæði þessi bæjarfélög hafa svona marga félagshópa búandi á sínu svæði og þar sem að ríkir svona sæmilegt svona sátt og samlyndi meðal bæjarbúa eða hverfisbúa. Og það margt mjög svipað þegar svona lýðfræðilegi þættir eru skoðaðir. En þessi Akureyri og Grafarvogur eiga líka það sameiginlegt að hafa frá árinu 1997 verið að þróa sína nærþjónustu á mjög sérstakan hátt. Í Akureyri gerðist reynslusveitarfélag árið 1997 og tók þá náttúrulega yfir alla nærþjónustu sem fatlaða og aldraða íbúa frá ríkinu, hvort sem það var á heilbrigðissviði eða félagssviði. Og hér hefur verið minnst á Akureyrarmódelið í dag sem þessi samþætta velferðarþjónusta sem margir fóru að líta til sem fyrirmyndar að því hvernig við vildum sjá velferðarþjónustuna þróast. Og þess vegna svo mikilvægt að öll sveitarfélög svolítið standi með Akureyri í því að þetta fá að þróast áfram.
Til dæmis hefur stefnumótun Sambands íslenskra sveitarfélaga nær alfarið litið til Akureyrar módelisins í sinni langtíma stefnumörkun þar sem gert ráð fyrir því að heilsugæslan fari yfir til sveitarfélagana svo og öll önnur þjónusta. Þetta hefur samt verið svona bið á þessu málum núna eftir að við önnur sveitarfélög tókum við málefnum fatlaðs fólks núna fyrir 3 árum síðan vegna þess að fjárhagslega hefur það reynst mjög mörgum erfitt og þar sem að við erum þá á svipuðum stað og Akureyri með sína nærþjónustu. En endurmatið á þeim þjónustuþætti mun væntanlega skila einhverju núna síðar á þessu ári og þá fara aftur af stað viðræður milli annarra sveitarfélaga og ríkisins varðandi málefni aldraðra. En það ekki bara við í Reykjavík sem að viljum læra af Akureyringum. Því að Grafarvogur var fyrsta hverfið sem að stofnaði þverfaglega hverfamiðstöð hér í Reykjavík og það var líka árið 1997. Og hverfamiðstöðin, Miðgarður, hún byrjaði strax að þróa sína miðstöð og sína þjónustu í samstarfi við mjög mörg svið borgarinnar. Grafarvogsskáldin voru virkjuð til þess að vinna með skólunum. Það var stofnaður svipað leyti félagsskapur eldra fólks sem heitir Korpúlfar sem bara fóru að vinna svona sjálfsprottnu félagsstarfi í samvinnu við ýmsar stofnanir borgarinnar og þarna hófst svona mjög náið samstarf í þjónustumiðstöðvar á svona velferðarsviði milli skóla og leikskóla í hverfinu. Og síðan var hverfið fljótlega til fyrirmyndar í forvarnarstarfi, bæði til þess að koma í veg fyrir vanda barna og ungmenna og þegar ungmenni fóru í mikinn vanda og fóru í afbrot, þá tóku þau upp mjög árangursríkt kerfi sem að hét Hringurinn, þar sem unglingar fengu tækifæri til þess að bæta fyrir brot sín með þeim sem að urðu fyrir brotinu. Og það var svona heila landsþekkt. Þannig að Miðgarður hefur alveg frá 1997 verið að gera mjög skemmtilega og góða hluti sem að þeir vilja deila. Og Miðgarður að gera nýja hluti og þeir til dæmis hafa haft svona fjölbreyttari faghóp á sinni þjónustumiðstöð en á öðrum þjónustumiðstöðum. Núna nýlega til dæmis réðu þeir hegðunarráðgjafa, þeir hafa verið að ráða talmeinafræðinga þó svo við séum alltaf einmitt að deila svolítið við ríkið hvar talþjálfunin eigi heima og vegna þess að þeir vilja bara taka heildstætt á vandanum og þá eru þeir með sérstakt svona geðverndarverkefni fyrir barnafjölskyldur í samstarfi við heilsugæsluna í Grafarvogi. Þannig að það margs konar verkefni sem að Akureyri getur litið til þegar þeir líta til Grafarvogs og það væri þá væntanlega ekki bara samstarf við Miðgarð, heldur alla þá samstarfsaðila sem að þeir eru með, sem að heilsugæslan, sérstaklega á sviði geðverndarmála og Korpúlfarnir sem að eru eldri borgarar og þetta 80 manna samfélag, þar engin svona félagsmiðstöð aldraðra sem að sér eldra fólki fyrir svona félagsstarfi. Og það hefur aldrei neinn Grafarvogsbúi kvartað undan því að við séum ekki að sinna félagsstarfi eldri borgara nægjanlega vel í Grafarvogi. Það hefur ekki komin inn einasta kvörtun í þau 12 ár sem ég hef verið í borgarstjórn. Vegna þess að þau bara gera þetta allt sjálf og á svo skemmtilegan hátt. Þeir hafa hingað til verið í húsi á Korpúlfsstöðum en núna eru að flytja í Spöng í nýja svona félagsmiðstöð þar og ég þeir svo núna þegar félagsmiðstöðin í Spönginni verður tilbúin í apríl, þá komið í ljós núna í vetur að hún bara dugar ekki einu sinni til fyrir Korpúlfarna því að það fjölgar svo mikið í félaginu. Þannig að þeir eru þó þessi orðin 15 ára gamall félagsskapur og þá eru þau enn að eflast svo mikið og svo náttúrulega fjölgar eldri borgurum. Þannig að það ótrúlega margt skemmtilegt að gerast og bara í höndum fólksins sjálft. En þannig að þetta verður gagnkvæmur ávinningur klárlega þegar við vonandi samþykkjum þetta. En þegar upp staðið þá viljum við fyrst og fremst að bæjar og borgarbúar séu ánægðir og við erum þess vegna svolítið eins og foreldrar í sínu hlutverki að segja sko já ég ánægður þegar þið eru ánægð
maður heyrir þetta stundum hjá foreldra að segja þetta og við erum ánægð þegar bæjarbúar eru ánægðir. En þið standið ykkur miklu betur í því en við Reykvíkingar, allavega þegar Capacent mælir ánægju íbúa. Þá eru við yfirleitt í næsta sæti en Akureyri vel fyrir ofan meðalag. Og í nýlegri þjónustukönnun Capacent, þar sem að íbúar sveitarfélagana eru spurðir álit, kemur í ljós að ánægja íbúa Akureyrar er talsvert meiri en borgarbúa þegar kemur sérstaklega þjónustu við aldraða og fatlaða íbúa sveitarfélagana. Þegar spurt var þjónustu við eldri borgara gefa íbúar Akureyrar bænum 3,5 í einkunn þegar á skalanum 0 til 5 og hefur einkunnin verið hækkandi með árunum því það hefur hækkað sem sagt öll síðastliðin 4 ár. En Akureyri vel yfir landsmeðaltali sem er 3,3. En Reykjavík vermir neðsta sætið og Reykvíkingar gáfu borginni einkunnina 2,6 á síðasta ári. Og við höfum verið að fara lækkandi í ánægju við þjónustu við aldraða. Og þannig að við þurfum ekki bara einhvern veginn að læra kannski endilega þjónustunni, heldur bara hvernig getum við gert fólk ánægðara. Því að það svo alvarlegt að við erum að veita mjög miklu fé yfir í þjónustu við fólk án þess þó að skili sér í ánægju borgarbúa. Þetta sama á við þegar spurt afstöðu varðandi þjónustu við fatlaða. Akureyri fær þar einkunnina 3,6 þegar landsmeðaltalið 3,3 en Reykjavík fær 2,7 í einkunn. En þessi spurning hjá Capacent sem var spurð núna í fyrsta skipti, hún reyndar afhjúpar stærsta gallan á þessari könnun og því að íbúar Seltjarnarness, þeir gáfu Seltjarnarness 3,9 í einkunn fyrir þjónustu við fatlaða íbúa bæjarins. En Seltjarnarness með sömu þjónustu og Reykjavík málefni fatlaðra því við erum eitt þjónustusvæði og sami þjónustu veitandi. En Seltjarnarnes gefa einkunnina 3,9 og meðan borgarbúar gefa einkunnina 2,7. Og það eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða. Af hverju eru þeir svona miklu hærri? Þannig að við þurfum að skoða þjónustun okkar, eitthvað sem við getum breytt og gert á hagstæðari hátt því að við þurfum að veita hlutfallslega meira útsvar til velferðarmála en Akureyri þegar tekið tillit til þjónustu þáttana. Akureyri fyrir ofan okkur vegna þess að til með fleiri þjónustu þætti inni en þegar tekið tillit til þjónustu þáttana þá erum við oft með hærra þjónustustig, meira fjármagn en íbúarnir alls ekkert ánægðir. Og það bara algjörlega óviðunandi fyrir okkur þannig að við viljum skoða þetta. Nú, ég ætla ekkert að orðlengja þetta mikið, fólk að fara að skemmta sér og Sóley að fara að funda eins og landsmenn vita. Og hún gæti alltaf tekið sitt atriði hér á eftir með lokaorðum. En ég ætlaði bara og vonast til þess að við stöndum saman þetta. Ég held að þessi tillaga, hún á ekki að þurfa að kosta eitthvað annað en kannski bara að byrja með kannski ferð og einhverja sameiginlega fundi fólks sem að kortið þarf alltaf að fá nýja þekkingu og nýja reynslu og þarf að vera hreyfanlegt starfsfólkið okkar og við erum bara að leggja til að það fari til Akureyrar vegna þess að við höfum verið að líta þangað og ég held að þjónustan muni ekki verða dýrari hjá Reykjavíkurborg þegar við förum að líta til Akureyrar vegna þess að þið náið að gera íbúana ánægðari á hagstæðari hátt en við. Þannig að ég held að við lærum bara einhvern veginn að nýta kannski aðrar bjargir í samfélaginu og ég held að þið hljótið að læra líka eitthvað Grafarvogi eins og ég sagði hér áðan, sérstaklega á sviði þjónustu við börn og barnafjölskyldur, þar sem að Grafarvogur hefur staðið sig sérstaklega vel, bæði til að koma í veg fyrir vanda og taka á vanda þegar hann kominn. Þannig að ég vona að þetta verði eitthvað sem að skili einhverju. Ég eiginlega alveg viss það. Takk. Þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Hlín Bolladóttir. Forsetar, ágætu borgar- og bæjarfulltrúar.
Mér langar nú til þess að byrja á því hér að þakka fyrir frábærar móttökur. En það nú þannig, svona ykkur til upplýsingar, að hugmyndur að veita mannúðlega þjónustu utan við hefðbundnar stofnanir eru ekki nýjar og urðu ekki til á Akureyri. Því að snemma á 19. öld hófust til dæmis slíkar tilraunir bæði í Englandi og Frakklandi og þar gáfust þær vel. En að því hér hefur verið mikið rætt í dag samstarf ríkis og sveitarfélaga, þá ágætt að það komi fram að það voru sett lög reynslusveitarfélög og voru samþykkt á Alþingi Íslendinga í maí árið 1994 og í framhald af því þá gerist Akureyri reynslusveitarfélag árið 1997 og tekur þá við nærþjónustu við fatlaða íbúa og aldraða frá ríkinu. Og þar hefst saga Akureyrarmódelsins. Þessi samþætting í félagsþjónustu sveitarfélaga í heilsugæslu og málefnum fatlaðra hefur tekist vel á Akureyri og það sannarlega frábært að önnur sveitarfélög horfi til þess og það auðvitað gaman og góð tilfinning að finna það að vera hluti af góðri fyrirmynd. Árangri virðist óneitanlega náð með samvinnu ólíkra kerfa og ekki síst með stöðugu og öflugu samtali. Þverfagleg teymisvinna mikilvæg, það að segja samstarf milli ólíkra fagaðila og stofnana innan sveitarfélags. Markmiðið að fagaðilar vinni saman að því að bæta líf og sjálfsbjargar getu notenda óháð læknisfræðilegri greiningu. Það skiptir ekki máli hvort einstaklingur fatlaður, aldraður, þroskaskertur eða tímabundi veikur. Markmiðið ætti alltaf að vera að auka lífsgæði einstaklingsins. Þverfaglegt samstarf verður ekki kennt, en málið að mörk á verkaskiptingu mega ekki vera svo stíf að það sé ekki hægt að fara aðeins yfir mörkin og leggja sig fram. Það nú þannig að ég formaður Samfélags- og mannréttindaráðs í Akureyrarkaupstað og stýri því forvarnarmálum og í upphafi þessa kjörtímabils gerði ég mér grein fyrir því að Akureyrarmódelið hafði ekki alveg náð yfir forvarnarmálin að því leyti að það voru ýmis góð úrræði en það vantaði samtalið á milli þeirra og við höfum verið að reyna að vinna í því og við höfum meðal annars farið þá leið að efla þátt félagsmiðstöðva. Þar höfum við frábært starfsfólk og vel menntað og sjáum þar tækifærið og þá ekki síst til þess að draga unga fólki sjálft að forvörnunum. Ég hef ekki trú á að það sé endilega svo góð leið að messa yfir fólki, heldur frekar að virkja það og draga það með. Sú hugmynd hefur reyndar komið upp núna að Samfélags- og mannréttindaráð taki yfir tómstundir aldraðra líka og þar hef ég séð tækifæri vegna þess að ég held að það sé gott markmið að leiða saman kynslóðirnar. Ef það verði hægt að búa til þannig flöt að unga kynslóðin og þeir öldruðu nái svolítið vel saman. Ég held að sé gróði fyrir báðar kynslóðirnar. En ég horfi til þess, og að því ég talaði nú hér gott og öflugt samstarf, að þá fagna ég því að samstarfi verði komið á milli Akureyrar og Grafarvogs vegna þess að það mjög mikilvægt að sveitarfélög eigi samtöl sín á milli. Og við getum og við eigum að miðla reynslu. Grafarvogur og Akureyri náttúrulega að svipaðri stærð miðað við mannfjölda og svo má heldur ekki gleyma því að það búa margir Akureyringar í Grafarvogi.
Þannig að ég styð eindregið þessa tillögu og þakka fyrir mig. Þá hefur bæjarfulltrúi Hlín Bolladóttir lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið. Við berum tillöguna upp. Þeir borgar- og bæjarfulltrúar sem samþykkja þessa tillögu eru allir hér, gefið merki. Viltu vera með atkvæði? Tillagan telst samþykkt. Það liggur ekki fleira fyrir þessum fundi en Geir kemur hér aðeins upp og takka fyrir. Já, virðulegur forseti, ágætu fundarmenn, Bára Laufsteinn Bleyti og Maja Einarsdóttir. Mér langar fyrir hönd okkar Akureyringa að þakka kærlega fyrir góðan fund, frábæra móttökur og skemmtilegan dag og hlakka til að eyða með ykkur flestum kvöldinu. Kæra þakki fyrir okkur. Takk fyrir þetta. Ég segi þessum fundi slitið klukkan 7 mínútur yfir 6. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík.